Jæja, þetta var nú aldeilis ekki það sem við þurftum að heyra. Þessi verðbólgumæling í morgun var í senn bæði ljót og leiðinleg. Við erum að sjá verðbólguna hækka miklu meira en spáð hafði verið. 12 mánaða verðbólgan samkvæmt greiningaraðilum átti kannski að þokast úr 3,8 í 3,9% eða vera óbreytt, en er þess í stað núna komin í 4,2%. Ég segi þetta sé nú ekki það sem við þurftum að heyra, en þetta er heldur ekki það sem meðlimir peningastefnunefndar Seðlabankans þurftu að heyra, þar sem þau eru á ströndinni eða hvar þau eru vegna þess að þau eru í sumarfríi, en þau ætla að ákveða stýrivexti í landinu næst 20. ágúst. Og miðað við þessa mælingu eru hverfandi líkur á því að vextir verði lækkaðir. Við ættum að þakka fyrir að þeir verði bara ekki hækkaðir miðað við þetta. En það eru svo sem mælingar fram að 20. ágúst. Og til þess að vextir verði þá lækkaðir þurfum við virkilega góðar fréttir. Hvers vegna er verðbólgan að hækka svona mikið? Já, það eru flugfargjöld til dæmis sem að ber svolítið mikið á það, en það er líka annað. Það er matur og drykkur, það er húsnæði. Þetta eru bara vondar og ljótar tölur. En hvað gerum við þá heima? Hvernig eigum við að bregðast við þessum tíðindum? Já, við förum ekkert í fílu, við verðum bara að bregðast við þessu og við verðum að skipuleggja okkar heimilisfjármál þannig að það verður ekki gert ráð fyrir vaxtalækkun. Vextir verður þá bara áfram háir í okkar plönum, við vonumst auðvitað eftir hinu besta, en við ætlum að reikna með því að það verði það dýrt að taka lán að planið okkar sé núna mjög skýrt, það verða engin ný lán tekin og við þurfum bara að vera mjög duglega að greiða niður skuldir eins og við mögulega getum á næstunni. Erum við að fara að sjá vaxtalækkanir næsta vetur? Af hverju er ég bara að tala um 20. ágúst? Já, þá þurfa hlutirnir að halda áfram að þokast í þokkalega átt eins og við sáum svona fram að þessari mælingu að mestu. Þær langtímaspár sem við höfum fengið að undanförnu hafa verið merkilega jákvæðar, en það sem ég hlakka til að sjá er hverju verður næst spáð. Ég efast það að það muni nokkur spáð því núna að vextir verði lækkaðir 20. ágúst. Jæja, þetta var nú aldeilis ekki það sem við þurftum að heyra. Þessi verðbólgumæling í morgun var í senn bæði ljót og leiðinleg. Við erum að sjá verðbólguna hækka miklu meira en spáð hafði verið. 12 mánaða verðbólgan samkvæmt greiningaraðilum átti kannski að þokast úr 3,8 í 3,9% eða vera óbreytt, en er þess í stað núna komin í 4,2%. Ég segi þetta sé nú ekki það sem við þurftum að heyra, en þetta er heldur ekki það sem meðlimir peningastefnunefndar Seðlabankans þurftu að heyra, þar sem þau eru á ströndinni eða hvar þau eru vegna þess að þau eru í sumarfríi, en þau ætla að ákveða stýrivexti í landinu næst 20.